Já, gott kvöld, Árni góður. Við sitjum hérna saman félagarnir, Guðmundur Karlsson heiti ég og með mér hann Halldór Harri Kristjánsson. Við ætlum að lýsa þessum bikarúrslitaleik Fram og Selfoss í þriðjaflokki kvenna hérna fyrir ykkur. Og við erum ábyrgir fyrir 19. landsliði kvenna hjá HSÍ. Þannig að við vonum að þetta verði skemmtilegur leikur. Ekki Harry? Jú, þetta verður spennandi í dag. Það var flottur dagur líka, fullt af góðum leikjum. Já, frábær dagur og frábær helgi raunverulega, gaman að ná að tengja þetta svona vel saman, stóru bikarúrslitaleikina og svo alveg niður í yngri flokkana. Þetta verður svona samhelt einhvern veginn. Þetta er flott hvernig að tengja meistaralokkana með yngri flokkana. Já, alveg snilt að svona fá allir nasaþeguna þess að fara í stóru leikina og fá að spila hérna á dúknum. Já, er það ekki aðal málið? Það er stóra málið. Framliðin byrja með boltan. Þetta eru hvort tveggja mjög efnileg lið hérna sem að eiga landsliðsstelpur hérna í 19. landsliðinu og 17. landsliðinu. Það er ekki rétt hjá mér, Harry? Jú, við þekkjum nokkra hér. Já, við könnumst við þar. Það er hérna líka nokkra stelpur sem sátt á bekknum með Fram í dag. Og fá væntanlega að spila meir í dag heldur en gera í dag. Já, fá að spila meir hún í kvöld, það er rétt. Sem er bara frábær einstaklega fyrir þessar stelpur að fá að sitja aðeins með þeim. Heldur betur. Hérna kemur Ragnheiður Júlíusdóttir. Þetta var glæsilegt mark. Alveg hörku skytta svo stelpa. Já, hún er í 17. landsliðinu, þessi stelpa. Já. Nú, Selfoss liðir hérna með tvær lykilmannskjur í meistaraflokki hérna. Hrafnhildi Hönnu Þrastardóttir hérna megin og Kristján Steindórs. Það mun væntanlega bera mikið af þeim í dag. Já, Kristján Steindórs er hérna og þær tvær eru náttúrulega lykilmannskjur líka í meistaraflokki, þannig að þetta verður gaman að sjá hvernig það mæði mikið á þeim hérna í þessum leik. Þuríður með fyrsta marki fyrir Selfoss. Þessi stelpa er einmitt að koma líka inn á meistaraflokki og sá hérna leik síðast í Garabænum sem hún stóð sér mjög vel í. Gerði einhver 4 eða 5 mörk í þeim leik. Það var alveg feikilega gott hennar skot frá gólfi og bæði skrefinu og líka hoppuðu þetta líka. Hún er í 17. landsliðinu. Við mögum ekki velja hana því. Nei, ekki enn allavega. Ekki enn. Hún kemur inn á leik, flott leik, fletta hjá framherjunum og Hafdís skorar. Flott að sjá líka að bæði lið spila svona aðeins öðru sem venjulega 6-0 vörnina sem við erum svolítið aðeins og vönum við að horfa á. Já, ég er sammála því. Það er mjög gaman að sjá hérna aðeins framlíkjandi vörn. Það reynir auðvitað meira ásóknarmennina og... Já, Hildur Ver hérna í frammarkinu. Já, Hanna setur eitthvað upp hérna. Hrafnhildur Hanna. Kristrún leysir á línu og Þuríður gerir árás. Gott skot og upp með skotið. Vel spilið á Selfoss. Og flata vörnina vel niður hana og fá þetta mjög gott skot frá 9 metrum. Akkurat. Og þjálfaraliðana eru báðir mjög reyndir hérna. Haraldur Þorvarðarsson er að þjálfa Fram stelpurnar og Sebastian Alexandersson eða Basti er að þjálfa hérna Selfoss. Það var örugglega að heyrast eitthvað í þeim hérna á eftir. Þeir eru ekki þekkt að vera rólegir. Nei. Vel gert hjá henni Heglu. Fín árás, ekkert dæmt. Það er greinilega alltaf að leyfa smá hörku í dag. Já, það er úrslitaleiki harka. Nú Halldór Jóhann er með Haraldi á bekknum hjá Fram. Og örugglega vonast til þess að fá gull í þessum leik, fekk silfur hérna í dag. Já. Enda daginn á gulli. Já, hann vill örugglega reyna það, en Selfoss liðið mjög efnilegt, mjög sterkt lið, þetta verður jafnleikur. Alveg.
verður bara alla leiðin held ég. Við vonum það alveg. Við vonum það. Þurriður aftur með markina. Þurriður aftur með mjög gott skot á gólfinu. Framstelpur þurfa vantilega að koma aðeins framar á hana. Já, hún er svona stimplað sig inn. Það eru 3 mjög sterkar þarna fyrir utan hjá Selfoss, þannig að þetta gefur kannski Hönnu og Kristrúnu svona aðeins meira svigrúm þegar líður á leikinn ef að Þurriður eru að taka til sín. Já, gult spjald. Eitthvað aðeins komið með treyjuna, gæti verið. Smá svona að setja sig inn í leikinn. Dómarinn þurfa þess líka, byrjun leiks. Hvað heldurðu? Eins og sjá Selfoss kemur líka í 3-2-1 eins og framannir. Já, góð blokk hérna á Þurriði. Hafdís fór í skot hérna á tvistinn. Fín blokk. Já, þetta voru dómarinn taldi skref. Ég hef svona tilfinningi sagði mér að þetta væri 3. En hérna dómar alltaf rétt fyrir sig, það ekki Harry? Jú. Þótt við þjálfum, við viljum ekki meina það alltaf en. Nei, ég man nú ekki eftir að mótmælt dóma á bekknum, ég er bara Þá setur Hafdís eitthvað upp hérna, leysir inn og Hekla gerir árás en fær hérna Hönnu á móti sér og næri ekki alveg nógu góð skoti. Kemur svo vel frá sínum varnarmanni og að losa sig vel af. Næsti maður kemur í og það náðu þetta einhver annar að vera laus, myndi maður halda. Ætti að vera allavega. Ætti að vera það rétt. Fín byrjun á leiknum hérna, gott flæði. Þetta var 2-fold blokk hérna, fín blokk hjá framvörðinni. Kristrún. Það er frá hraðablubíðin á Írisarboltan. Já, og skorar. Þá fekk Hanna einhverja leiðbeiningar á bekknum. Setja eitthvað nýtt upp. Einhverja nýja árás. Já. Vörnin kom við hann. Náðu að blokkera. Samt náðu að spila ágætlega út úr þessu. Þeir fá allavega Þurriðan í. Já, þeir eru búin að spila sér ágætt sværi. Það er aðeins meira áskorun á ekki bara vörðin að spila svona, heldur líka sóknin að hreyfa sig á bolta og allt það. Auður náðu að vinna þetta bolta með góðri baráttu fyrir framara. Það leggja eitthvað upp. Eitthvað gerist núna. Hekla gerir árás og Ragnheiður kemur í skrefinu. Mjög gott tempo hann, góð forhreyfing. Þetta viljum við sjá þjálfararnir. Þegar skiptu kom í 1 skrefi, þá var þetta helviti flott. Já. Erfitt að vinna móti því. Þetta er efnileg stelpa. Já, vel varið. Katrín verður sitt annað skot held ég þessi rétt hjá mér. Það er gaman að sjá hérna lið utan á landi verið hérna í bikarúrslitum, Selfoss. Þetta sýnir að þetta sé gott starf í gangi þar. Gott starf í gangi og þeir eru búin að halda ansi góðu lífið hérna í svolítinn tíma og gaman að sjá að sé að koma gott kvennalið þarna upp. Já. Hanna ekki alveg búin að stilla miðið, Hrafnhildur Hanna. Og Katrín verður aftur. Hafdís með þarna undirandarskot. Þetta sýndist mér nú vera eitthvað svona
ákveðin hlaupaleið hérna í hraðahlaupinu, gæti ekki betur séð. Eitthvað sem búið að teikna upp. Og Katrín byrjar vel. Eitthvað aðeins styrðar hérna með boltan í Billy Selfoss. Hanna kemur aftur út á línunni. Ný árás. Já. Og Hildur Ver. Þurriður sá ekki línumann hérna. Helga Rún hérna á línunni. Hún sá hann ekki. Virkaði frí. Það smá taugaspenni í gangi hérna í byrjun, það ósköp eðlilegt. Já. Eins og einhver sagði, vítið ekki neitt, hún fekk ekki neitt. Þetta alltaf þetta vafamál hérna, Harry, ha? Já, vítið ekki neitt. Þetta Dómarunum fannst hún á góðu skoti og þá fekk hún ekki 2 sénsa. Svo þetta bekkurinn Selfoss vill víti og framarinn vilja ekki neitt, svo þetta alltaf erfitt að dæma þessu. Erfitt að gera svolítið geðis. Það byggjar upp leikinn aftur. Þurriður reynir að komast inn í hóluna. Já. Elva fær hérna 2 mínútna brottvísun. Vilja meina það, Matti og Ördómarar vilja meina það að þetta hafi verið slag í andlitið, ekki? Já, ég held að það er svona erfitt að meta, það virkaði þannig. Já. Þá er 6-5 hérna, sjáum hvað Selfoss spilar. Já, þetta var kraftugt. Einfalt og gott bara. Kristrún klippti Hönnu þarna inn og hún mjög gott skot og flott mark. Langt undir þennan velli. 3-3, allt í járnum. 10 mínútur búnar. Þá komur inn á hjá Fram hérna hún Karolína Vilborg Torradóttir. Stór stelpa. Já. Þetta er reynslan. Fá fríköst. Já, sækja fríkast hérna, láta klukkuna tikka niður. Já, pínu vandræðilegt, það þurfa að sækja aðeins betur á markið, það ætla ekki að fá hendu upp hérna. Já, þetta var svona því ég var að dæma hérna á æfingu, Harry, svona. Það var auka skref svona, láta það gilda. Það var samt að þetta var gert hjá henni. Vel sótt hjá henni. Já, hún nýtti sénsinn sinn. Maður tekur þetta eitt aukaskref meðan dómari leyfir það. Að sjálfsögðu. Þá er vel spilað. Kristrún með flotta línusendingu og hérna Helga Rún skorar. Selfissingar hafi verið að leysa vel úr í einum fleiri núna. Já, hún átti hennar möguleika að klippa Hönnu þarna inn, en í staðinn þá sendi hún tilbaka á línumann að vel spilað. Annar möguleiki. Annar varianti. Já. Vel gert með Karolínu. Vel gert með Karolínu, hún bara púttaði boltana, markmaðurinn var farinn, fylgdi hendinu og hún bara sett hann tilbaka, smekklega. Góð nýting á Fram hérna, hanga hérna í jöfnuleik, einu færi. 2-2 í einu færi. Já. Nú eru þeir fullmannaðir. Það eru stórar hann í miðjublokkinni. Þetta var Ester Hallsdóttir. Smekklega gert. Ester Hallsdóttir. Tek allt í einu boltan út í horninu og Hildur var komin aðeins og langt út. Ef ég ætti að giska þá myndi ég halda að vera dóttir Halls Tarlagnis á Selfoss og fyrrandi formanns. En þetta er nú svona ágiskun. Ég fæ þetta örugglega leiðrétt seinna ef þetta er rangt hjá mér.
Þá gerir fram árás. Karolína er áfram hendinn á. Í vinstri skyttunni. Nei, Hekla er ekki alveg að finna miðið. Framan á leik hérna. Ég líka komið kannski aðeins svo langt. Já, komin aðeins langt yfir. Við sjáum það að Selfyssingarnir eru byrjað að taka Hafdís úr umferð. Já. Reyna aðeins að eyðileggja rytmann. Já, þeir eru aðeins að stríða þeim. Þá komin inn á hérna nummer 17 á Selfossi, Hulda Dís Þrastardóttir. Þetta er systir hennar, yngri systir hennar Hönnu. Já. Og þessum að geta hann Örn Þrastarsson er aðstoðarþjálfari. Örn Þrastarsson aðstoðarþjálfari, það er bara familjan. Já. Vel var ég á Hildi hérna. Já, það er leikmenn fá hérna leiðbeiningar á bekknum. Skýra leiðbeiningar, sýnist mér. Já, Selfoss ætlar að halda áfram að taka Hafdís út af. Klippa Hafdís út hérna og Elva kemur hérna hægra með fyrir utan og Hekla finnir í horn. Sjáum hvort þetta breytir einhverju. Já. Ágæti skot hjá Karolínu. Já. Eða ágæti séns, skulum segja það. Ágæti séns. Aðeins að beint á og það tekur auðvitað hún Hvað, Katrín með sitt þriðja varið hérna eða hvað? Er það ekki meira? Það er komið 4, það sé 4 komin. Það sé 4. Ágætis markværsla hérna í byrjunleiks. Á Þuríður komin hann að vinstra með fyrir utan hjá Selfoss að dæmar hann ólulega blokkeringu á hana Helgu Rún. Gæti ekki betur séð. Þið dæmdu það allavega. Já. Svo spurning hvort það var. Já, það er svo allt annar mál. Barst ekki alveg sáttu við þetta, skilur ekki alveg hvað er að gerast. Búinn að reyna að kenna hérna löglega blokkaæfingu og Hérna komið hérna bara með þvílíka hreyfingar hérna, Sebastian. Já, sýnir hérna hvernig þetta er. Já, og nú kom alveg full útskýring á þessu. Ekki skjóta miðjumenn í varnarmannið, þá færðu á þig ólöglega blokkningu. Þá erum við með það. Hljóma vel. Þá er næsta sókn hérna. Hjá Selfoss, Þuríður reyna að fara utavert. Fín vörn þarna við Hafdísi. Þuríður líka komin hérna núna í vinstri skyttuna. Já. Aðeins að hvíla Kristrúnu. Aðeins að hvíla Kristrúnu, gefur henni leiðbeiningar inn á. Þuríður efnilega stúlka vantar aðeins, kannski smá líkamsburði þeir koma, þetta er ung stelpa. Skothendina hefur hún. Og hún er först. Þá kemur fram hérna í hraða sókn. Karolína fer bara beint upp og á. Kristín hefur hlaupið inn fyrir. Kristín hefur stytt sér leið, það er við spannaði þessu. Þarna á þetta bara Karolína að skjóta. Það er svona smá Wimbledon hinn í gangi núna, það er ekkert verið að skora neitt hérna. Við svona bara sveiflumst fram og tilbaka. Það virkar eins og það sé svona smá stress í þessu. Það er smá stress í þessu. Það dettur fljótlega út. Já, það er ekki spurning. Þessi liði greinilega eru bara að fitta vel saman, þetta verður hörkuleikur. Já, þau eru með enn eitt gólskot, er þetta ekki þriðja marki hjá henni? Já, alltaf gólfinu. Góð kasthendi. Þá ákveður Ali að skipta markmann hérna. Hérna Hafdís Lilja Torfadóttir kemur hérna. Og það er systir hennar Karolínu. Báðar hávaxnar dökkarar. Stígur í þessa línuna. Á að lína á Írisi. Sýndist það. Það er spennandi að sjá hvað Hafdís gerir. Hún er í unglingalandsliðinu eða 17. landsliðinu. Akkurat. Já, hún er með hæðina. Hún er með alla burðið hvað það var þar. Já, fín gafnhreyfing á Hönnu en hitt ekki rammann. Og nú kemur Ragnheiður eftir inn. Kemur Ragnheiður inn og tekið beint úr umferð. Færðu þig, sagði Sebastian og hún færði sig af Hafdís yfir á Ragnheiði. Halda áfram og taka úr umferð. Reyna að rugla taktíkina hjá Fram. Það er líka Ragnheiður góð skytta svo þau eru kannski svona smá smækka við hana. Já. Vel spilað. Vel spilað og flott blokkering hérna.
Kristín skorar. Það er flott leik, fletta hjá hann. Mjög vel spilað. Selfoss fram. Já, og Selfoss tekur hérna leikli. Legg eitthvað upp. Þetta var bara fínt að stað hérna. 6-6, þetta verður bara ekkert mikið meira jafnar en þetta. Nei. Já, nú er eitthvað að vera að tekna á tekniborðinu beggja vegna hérna. Sýnist mér. Það hlýtur að vera eitthvað vitur sem þeir koma með. Já, við bíðum spenntir. Við bíðum spenntir. Bara að nefna að það verið sko framarinn með þriðja kónginn sem þjálfar hérna, Magnús Jónsson líka. Já. Það er öllu tjaldað til þegar maður kemst í höllina. Það er bara þannig. Þannig að það er mikið reynsla hérna á bekknum. Já. Það er töluvert af fólki sem fylgir hérna liðunum í dag. Það voru mikið af fólki hérna í allan dag. Og hérna dálítið svona stress hérna á milli leikja að ná að tæma salinn og hafa allt tilbúið fyrir næsta leik sem að vera á eftir. Þannig að mikið af sjálfboðaliðum hérna búin að vinna hérna gott starf alla helgina. Og svo náttúrulega er þetta þannig að þegar þetta er búið hérna í kvöld og þá verður nú einhver að taka niður dúkinn. Þannig að það fer í gang aftur og sjáum hvað gerist. Það er komið hérna leysir hann hérna í línu, 4-2. Já, Ragnheiður er ekkert að skafa af því hérna, tekur bara vel á þurriði. Ákveðinn. Greinilegt að þeir ætla að stíga aðeins meir út í hana. Já, hún er búin að setja hérna 3 góð mörk, þannig að helming marka Selfoss. Það var fín blokk hjá Elvu hérna. Já, og Hanna bara grípur hérna bolta. Ragnheiður var að reyna að gefa hann inn á hérna Hanna Kristínu hann inn á línu. Gekk ekki upp. Vel fylgt eftir í hannu. Já. Ég er ánægður að ég er sammálaður Harri, ánægður að sjá þessi lið spila aðeins svona framleikandi vörn, ekki bara sitja niður og bíða. Það er góð þjálfun fyrir okkur. Þetta sem við viljum. Það verður meira árásmaður manni og kemur Þuríður með annars skotið. Ég held að Hafdís hafi haft hendur á bolta, það er mér sýndist það, en dómarinn ekki sammála. Hún Hafdís neitað því ekki. Nei. Hún vil væntanlega fá boltan. Það fáriður dóttan aftur niður. Hættir að taka Ragnheiður úr umferð og Hafdísi. Svo kom þær þá niður aftur í 3-1. Kemur Hekla út úr horninu. Gerir árás. Katrín að verða sitt 5. skot þarna. Það er fín markvarsla. 6 mörk fengið á sig og 5 varinn, það er ekkert að því. Kemur Hekla aftur. Já, þetta er fríkast. Og svona kannski kom bara eiginlega heldur nálægt að skjóta. Kemur sem svo ofta sko framhjá fyrsta varnarmanni. Já, fær annar varnarmann á sig sko. Já, Elva sá ekki Hafdísi sem hafði sett sig að hann inn á línu. Hanna fer líka vel út í hana. Já. Jæja. Vel varið. Hún varð að skjóta. Hendi var konu upp, að það ekki? Sýndist það. Hendi var konu upp. Já. Eitthvað aðeins verið að kvarta hérna fram meginn að hendina komið fljótt upp. Já. Það er ekki alveg búin að finna taktin hérna Kristrún eða Hanna hérna. Burðarásáðni hjá Selfoss. Já, gult spjald hérna á Hafdísi. Ja, það er greinilegt að þessi 3-2 hjá Frömmurum og Selfessingum er að trufla það svolítið sóknarlega. Já. Það kannski mætti vera aðeins meira hreyfingu á bolta og einleysingar. Þetta er dálítið svona einstaklingsframtak en akkurat þeim töluðu orðum þá kemur gott einstaklingsframtak og Kristrún skorar. Ákveðin hann með 1 og 2. Yfirhandafinta, þegar við talaðum um þessi gull í kvennahandboltanum, við hefum kannt góða yfirhandafintu.
Þannig að þetta var gullfinta. Hafdís leysir inn og rykkir í einu á, þá þarf náttúrulega sendingin að vera góð. Og línumaðurinn dauðafrí hérna, Kristín dauðafrí hérna. Já, eins og ykkur sagði, víti í leik held ég. Þetta hefði getið verið víti. Já. Já, Ragnheiður bara dribbla sig inn í skot þarna og gerir frábært mark. Það er þannig að þeir ná ekki að komast út í hana, þá erum við gott skot. Já, mjög gott skot. Hún er líka föst. Já, bekkurinn á Selfoss vill fá innleysingu, Hanna leysir inn á línu og kemur svo út aftur. Gerir árás. Kristján aðeins langt frá hérna, hefði mátt búin að koma með. Já, þetta er Hekla fær hérna gult spjald. Það vantar meiri hreyfingu á bolta. Það eru svolítið að horfa á þær. Svolítið að horfa á þessa sem er með boltan. Já, það er rétt. Sammála því. Kemur aftur í 4-2. Hanna kemur aftur út. Það er sama í gangi. Það gerir árás, maður og mann. Já, þetta er víti. Og það var aftur utanvert. Fiskar víti og tekur það sjálf. Það var spurning hvað Hafdís gerir í markinu. Já, Hanna setur hann í slána og fram nær boltanum. Þá er það næsta leikkerfi. Ná er í Heklu aftur. Hekla kemur aftur. Kemur Hekla í árásina. Já, hvað er í gangi, segir hún bara sjálf hérna. Ekki ánægð með þetta. Ekki hitta rammann. En það er svona. En það er hún komin langt yfir. Þetta er svona erfið staða fyrir örvhentan leikmann. Erfið staða, það er rétt. En hún er ekki sátt við sig. Það er bara eins og það er. Þá kemur aftur það sama. Hanna setur sig á og kemur svo út aftur, fær boltan. Nei, Kristrún gefur yfir á Þuríði hérna. Já, góð hreyfing á Þuríði og Hafdís ver. Þetta er bara í járnum, það er 7-7, Harry. Þetta er allt í járnum. Vel spilað og já. Maður hefur nú tekið svona leiklíðum æfina einhvern tímann. Leikum maður á leiðinni dauðafæri og hitt ekki alveg á það, en svona er þetta. Nú heldur auðvitað Haraldur fram að hún hafi klikkað. Já, sjálfsög. Þetta er... En Hekla brósir bara þessu, það er bara rétta viðhorfið. 5:20 eftir hérna, fyrir hálfleik, nýfjamt. Ég er sammálaði að svona að segja á hann, Harry, það er svona kannski vantar aðeins að báðum liðum á móti framleikindi vörn að svona standi ekki bara að horfa á þessa sem er boltan og bíða, heldur kannski spila svona aðeins virkari bolta og hreyfa sig á bolta og vera tilbúin þegar maður fær boltan, það veri ekki þá stopp. Þeir eru komin í hreyfinguna þegar hinn er komin í árásina. Já. Svo hefur líka svolítið vanta, finnst mér, að mér vantar svolítið innlýsingar á móti bolta, bæði fyrir hornamönnum. Já, akkurat. Það er mikið svæði fyrir aftan í því tverjavörn. Við vitum það báðir sem höfum þjálfaði svolítið tíma að það er kannski svona áskorunni við þessa vörnina þegar það verður að leysa inn á mótimanni og einhver hreyfinga, hvernig bregst maður við því? Það er kannski svona að gera hjá báðum liðum að láta reyna þess á þessa varnin meira hérna. Þetta er unga stelpur, framtíðina fyrir sér. En það sjáum líka þannig, við sjáum ekki oft 3-1 vörn hérna á Íslandi í dag, ekki í kvennaboltanum, og þá kannski tekur smá tíma að venjast að spila móti þessu. Akkurat. Jæja, þá er spurning hvað gerist í þessari sókn. Ná framar að fórustu hérna. Kristín kemur út og Gagstad á hornamaður leysir. Þarna akkurat það sem við erum að tala um. Vel spilað hérna og Íris skorar.
Þetta var virkilega vel spilað. Kemur innlýsing á blindu hliðina, þá er erfitt að fylgjast með því sem varnarmaður. Já. Svona framalega. En alltaf skammar maður hornarmaðurinn samt. Já, Það sjálfsögðu. Kemur innlýsing í 4-2. Kemur hann að væntanlega ut aftur og fer í árásina. Já, þetta er svolítið styrt hjá Selfossi í bili, sóknarlega. Það er aðeins svo lítil hreyfing á Selfoss sókninni í bili. Þá er kallað í næsta kerfi hérna og Hekla kemur aftur hérna og klippir við, nei, klippir ekkert við neitt. Fer bara sjálf. Gæti klippt þarna við Ragnheiði. Kemur aftur. Aftur og Hafdís fer bara einn, beint upp. Bluffar hérna klippingun og fer bara beint upp í skot. Í sjálfsögur ekkert aðeins en hann bara hitt ekki markið. Já. Já, það er að koma að skilabóð hérna á Selfossbekknum að reyna að fá meiri hreyfingu á liðið sóknarlega. Allir á hreyfingu, bjóða sig. Þeir eru pláss fyrir Hönnu. Já. Hanna er góð maður mot manni, svo þeir reyna að opna þetta svolítið fyrir hana. Já, sjálfsög. Draga aðeins frá og gefa henni pláss. Já, fín línusending hérna og Helga Rún skorar. Snýri sig þarna skemmtilega inn á línunni. Já, góð snúningur henni. Og það er aftur jafnt. Allt í játnum. Allt í játnum hérna. Kemur Kristín út fyrir hérna. Elva gerir árás og skorar hérna fínt mark. Vel skotið. Já. Það er svona komin aðeins meiri hreyfing á framsóknuna hérna eftir leikliðið hérna á hann. Það er svona komið aðeins meira tempo í sóknarboltanum. Aðeins meiri tempo. Þá kemur Hulda Dís Þrastardóttir í vinstra horni hérna. Skiptir við Ester. Það er svona aðeins verið að hreyfa liðið. Já. Þarna mættur Stálunst inn. Þetta er erfitt mótið Þrítureldum, alltaf að taka með sér bolta. Alltaf svolítið erfitt, já. Alltaf að driplað inn í alla stöður, það er svolítið þungt. Kemur hann aftur á. Framan á boltanum minna. Já. Einhver mótmæli í gangi hérna, en þá er spurning hvort að framliðið nær hérna 2 marka fórustu í fyrsta skipti í langan tíma. Eða bara kannski bara búið jafnt á öllum tölum, ég er bara ekki með það. Er það ekki bara? Ég held það. Já, sama kerfi og Gagnstæður hornarmaður leysir eftir klipp og fullt af fríum mönnum hérna. Og Hafdís skorar. Já, framliðið er svona aðeins að taka frumkvæði hérna núna, finnst mér. Það er svona meiri hreyfing á henni. Já, meiri hreyfing hérna. Já. Og Sebastian hann að biðja Þuríð og Kristrún að skipta hérna. Vinstri og hægri skiptu. Sjá hvort að það breytir einhverju. Kristrún hefur auðvitað verið að spila svolítið í hægri skiptunu gegnum tíðina. Akkurat. Nei, og þetta var hún ekki alveg að finna það þarna. Hún var að leita línumannunum og Ragnheiður kemur bara beint upp hérna og þessi þriðja mark hérna kemur fram 3 mörkum yfir. 11-8. Sebastian var ósáttur við þetta, það vilja fá fríkastana. Já, ég get nú alveg verið sammála honum hérna. Það virkaði svona eins og það var nú alveg hægt að dæma það. 25 sekúndur eftir fyrir hálfleik. Svo verður Selfoss nær aðeins að klóra í bakkann fyrir hálfleikinn. Já, það var dýrmætt fyrir þær að minnka hérna. Þurfi gerir árás. Frábært mark. Hún getur skotið þessi stelpa. Hún er með góða hreyfingu til hliðar þegar hún verið skotið. Já, mjög svo. Kemur Íris á. Já, bara alveg hárrétt hjá henni. Gerði bara árás, það voru 5 sekúndur eftir.
Það var 11-9 hérna og ef við gerum upp hérna fyrir hálfleik hérna þá myndi ég nú svona meina þetta nú bara svona nokkuð jafnt hérna lengstum og Fram kannski að taka aðeins frumkvæði hérna í lokin. Að leysa aðeins varnarleikinn og Selfoss í lokin hérna betur. Já, þeir fengu smá leikil hana senustu 5 mínútur og náðu að síga aðeins framhjá. Já. Og í svona spennandi leikur sem þetta þá gildi öll mörk. Ekki spurning. Mjög mikið. Við tökum okkur bara smá hlé hérna og hittumst aftur eftir leiklið. Kannt að búa til flýtileið fyrir setningar sem þú skrifar oft til að spara á tíma. Lærðu betur á snjallsíma þinn hjá Vodafone. Frá þeim sem færð okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman-þríleiksins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars. Símabikarinn. Taktu þátt í handboltaveislunni. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Ég elska að æfa. Ég elska að leggja mig fram. Ég elska að gefa allt sem ég á í þetta eina moment. Þetta moment kemur þig lengra. Markmiðið mitt? Ég ætla að vera besti miðjumaður í heiminum. Það er frábært að fólk hafi tíma. Það er einmitt það sem fólk þarf. Það er tími. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Ekkert stress. Tal. Svona á samband að vera. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipta. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af LG-sjónvörpum í hátækni. Hlaðinn tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð LG-sjónvörp í hátækni. Ármúla 26. Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan. Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Á bak við þetta þykka túperaða hár, silkiklútinn og dundur leggings og ég tala nú um mottuna. Það er bara kallmaður á ferðinni, með tilfinningar. Þannig að ekki láta blekkjast af þessu kallmannlega útliti. Vertu hetja og taktu þátt í Mottumans. Skráðu þig til keppni og safnaðu áheitum á mottumans.is.
Jæja, árandi góðu þá eru komin hérna aftur. Jæja, Harry, hverju megum við búast við hérna í seinni hálfleik hérna? Heldur að Selfoss reyni eitthvað að breyta ykkur í hérna eða? Það verður spennt að sjá hvað Sebastian er búinn að segja í hálfleik og hvernig ætlar að leysa vörninni frá framurum. Já, ég er sammála því. Kannski þarf aðeins að finna einhverja meiri hreyfingu á sitt lið þarna held ég. Það er svona eitthvað svona hérna dálítið stirða búin að vera síðustu 5 mínútur hérna í fyrri hálfleik. Þannig að þær þurfa að finna eitthvað svona flut á því að leysa þetta til þess að halda þessum leik í jafnvægi hérna. Við erum vantilega búist við einhverjum innleysingum á móti bolta og svo leiðis. Akkurat. Það er kannski svona kalt mat á stöðun er að því ég nefndi nú þessar tvær svona lykilmanneskjur hérna í byrjun leiks, Kristrúnu og Hrafnhildi Hönnu, að það er kannski svona eiga aðeins inni. Já. Það er eiga aðeins inni. Með það sem maður hefur verið að sína hérna eins og til dæmis í meistaraflokki, þá myndi ég halda það rættu aðeins inni og þurfa kannski að sína það. Hins vegar kemur á móti að framliðið er búið að vera blokkir hans skemmtilega hérna. Miðjublokkin er náttúrulega stór hjá þeim. Það eru hávaxnar hérna í miðjunni og það eru búin að leysa varnarhlutverki vel. Já, það eru góðar hérna í varavörninni sem maður segir það. Akkurat, varadekkingin er sterk hérna. En svo aftur á móti er Þuríður búin að vera sterk hérna sóknarlega séð og hefur svona haldið þeim svolítið uppi sóknarlega séð. Já, ekki spurning. Hún er búin að vera... Þótt hún sé ekki búin að hitta öllu en þá er hún allavega að koma í góða ógnun. Nákvæmlega. Þú sáu líka framarinn að vera góða hérna seinustu, 8-9 mínúturnar með góða hreyfingar sóknarlega séð. Já, tóku þarna leiklið hérna í stöðunni 7-7 og það hérna breyttist nú svolítið eftir það. Það kom allt önnur hreyfing á liðið og fóru svona að leita að færi nummer 2 og 3 svona sem að kalla sko, eða skotséns 2 og 3, ekki bara taka alltaf fyrsta möguleika og það galopnaði vörðinni hjá Selfoss. Það er spennandi að sjá hvernig framarinn á að halda því uppi. Já. Það er kannski það sem að Selfoss þarf að gera núna. Það sem að leita kannski að svona, ekki fyrsta möguleika alltaf, heldur leita betra færi og hreyfa sig án bolta. Heyrðu, þá er leikurinn komin í gang. Sjáum að Þuríður er komin í fyrsta skiptin aftur. Já. Já, Kristrún leysir hérna, Stuð leysir inn í 4-2. Þuríður gerur árás og Kristrún kemur út aftur hérna. Þetta er einhver auka hreyfing í gangi. Kemur Þuríður á. Hafdís tvívarðið hennar og hélt hana fyrir utan marklínuna. Vel gert hjá henni. Þetta var tæft á tímabili en... Tæft þarna, já. Og hún... Hún náði að kippa þessi lag. Hún hérna klappar sjálfur sér bara, lofi lófa. Sjáum það, Ester er komin út og tekur Ragnheiði út. Já, ætla að prófa það sem að gekk ágætlega að kapla þarna og þeir voru að svona rugglaðist taktíkinni hjá fram með því að taka einn leikmann út og er að prófa það aftur núna. Já, góð vörn hérna hjá Hönnu. Komandi gólsending frá Hafdís inn á Kristínu og Hanna las þetta leið rétt og tók boltan. Það var vel ákveðinn hann og bara hirti boltan að Kristínu sem svo að segja komið með þetta í hendunum. Já, það var sama leikkerfi. Kristrún leysir inn og setur sig, kemur út aftur hérna, ætla að gera árás. Já, stöngin baki á markmannum og inn frá Þuríði. Þetta er óhefni. Þetta er hefni og óhefni. Já. Þetta er í hvoru með maður við borðið. Við sjáum það þegar þau leysa svona eins og Kristrún gerir. Hún leysir inn og fer aftur út í skiptustöðuna og það er flata niður á Þuríði og Þuríður fær góð færi að fara bara beint upp. Já. Já, það er að fengi sér mjólk í hálfleik hérna á Selfossi. Það er komið mjög beittar til leiks hérna. Það er ákveðnar. En það er þetta úrslitaleikur og við þurfum að taka allt út á. Hvað heldur þú? Já, losaði Ragnheiði og hún kemur beint í skott. En stöngin bjargaði Selfossingum þarna. Heyrðu, nú getur Selfoss bara jafna leikinn hérna. Staðan 11-10. Kemur þá væntanlega aftur sama kerfið. Já, þetta hefur verið teiknað upp í hálfleik, sýnist mér. Já, Kristrún leysir inn og... Já, og Hanna með línusendingu og Helgu Rún hana. Já, Elva var komin aðeins langt fyrir innan. Já, mistan hana.
eins og maður talar oft að reyna að vinna sig út fyrir blokkina, hún var svaf aðeins á verðinum. Já, nú skorar hana 11-11. 11-11. Allt í játnum. Þetta virðist vera að ganga upp hérna hjá Selfyssingum að taka eina út hérna og stríða þeim aðeins sóknarlega framörum. Það er ekki gott utan að það verður komið góðan rytma í sóknarleikinni fyrir áleik og aðeins að trufla þér. Aðeins að trufla þér en það reyna að losa Ragnheiði hérna. Hekla gerir árás en fær hérna óblíðar móttöku frá Kristrúnu. Beint í nebban og fríkast en hérna og 2 mínútur á Kristrúnu. En Katrín varði. Við verðum að tella þetta vari því að hérna annars sagði þetta verið mark, eða ekki? Annars sagði þetta verið mark, þannig að þá farið það skráð. Vel varði hjá henni. Og Framar að halda bolta. Já. Sebastian ekki alveg sáttur við það. Já, þeir eru að diskutera hérna á milli bekkja. Hún sé búin að skjóta og 2 mínútur eftir að Selfoss að fá boltan og 2 mínútur að standa og ég skil nú alveg svona skil þetta nú alveg hjá Sebastian sko. Ég er svona virði þessa skoðun sem hann hefur, en dómar er rétt fyrir sér. Maður er sjaldan á að breyta dóm, Harry. Maður stendur ykkur manna. Maður er reynt að stundum. Maður reynir þess að maður getur. Það er ekki alltaf gengið. Eða aldrei kannski bara. Opnaði vel fyrir Írisi og Íris kemur inn og skora vel. Flott mark hjá henni. Það er spennandi að sjá hvað Selfyssingar gerir núna, einu færi. Já, Helga Rún kemur hérna í vinstra horni og leysir væntanlega inn. En maður eftir svona giska á það en sjá hvað setur. Já, var á leiðin inn en vond sending hérna. Já, það er alltaf samt að taka úr umferð, ég veit ekki alveg hvort að þetta er einhver taktik, einum færri að taka úr umferð og sjá hvernig það gengur upp hjá þeim. Það gengur ekki upp. Hafdís skorar. 5 á móti 4 hana, sóttu þær. Og þá kemur Kristín hérna og tekur Þuríði úr umferð. Þessar stórskittu, þessu ungu stelpu hérna. Sjá hvernig Selfoss leysir þetta. Já, Hanna sækir hérna fríkast. Það er svolítið klukkun að ganga niður. Sáum hérna systurna 2 líka komnar í skiptuna. Já. Það er það eitthvað hægt að tala um á heimilinu eftir. Já, og svo Ingrid gerir hérna bara árásin, gekk ekki alveg upp, fekk dæmd á sig skref. Kemur Karolína. Já. Katrín vel. Já, Hekla brennir hérna hafa upplöðu færi þar sem að Karolína var búin að sækja vel og fá 2 í sig. eins og maður vill gjarnan sjá í þessu og losa boltan. Gerði allt rétt í raun, en hérna Hekla ætlar að setja boltan undir fótinn á henni og hittir fótinn sem hún stendur á. Já, Katrín fær hérna skráða markvörslu og varði boltan. Mikil barátt lausan bolta hérna og Elva kastar sér eftir honum. Elva kastar sér eftir honum. Karolína skiptir út af hérna, Hafdís kemur inn á. Það er Selfoss ætlar að halda áfram að taka úr umferð. Svolítið mikið mistökum senastu sóknir hjá Selfossi. Já, bolta feilar hérna, tækni feilar. Alltaf vondir. Kemur Hekla inn á völlinn. Já, Þuríður með fína blokk hérna, Hafdís. Já, Hafdís hérna biðst afsökunar á bekkinn, þannig að það var nú trúlega einhver ykkur staðar fríð. Það eru 2 í blokk á móti manni. Elva hérna yfir á Hafdísi og Elva farin aftur. Já, þetta er pínu vandræðalegt í bili. Já. Kemur bara Hafdís beint á og hoppar upp á neglunum minn. Já, kom með góða hana forhreyfingu. Var búinn að taka forhreyfinguna og var bara tilbúin í að skjóta þegar hann fekk boltan. Þannig að það var vel gert hjá henni. Þetta er það sem við þjálfarar viljum sjá. Akkúrat.
Já, nú þarf Selfoss svona að fara að herða sóknarleikinn aftur. Já, Kristrún setur hann hérna hátt yfir. Ekki alveg fundið fjölina hérna. Já, boltinn fastur í netinu. Það er nú í lagi að maður er 3 yfir, þá sé aðeins, það sé lengur og konum í leik. Líkur maður ekki eins mikið á. Nei, Kristrún hefur ekki alveg verið að finna sig í dag. Nei. Ég veit að hún hefur verið í einhverjum erfiðleikum með meiðsli. Já. Já. Ragnheiður, hún er svona leikmaður, hún sér markið, það er ljóst. Hún er grimm. Hún veit hvað markið er. Ég held að markið sé mjög stórt í hennar hugum. Já, flott. Það er gott að hafa svoleiðis viðhorf sem skytta. Selfoss heldur sig við þetta takurumferð. Kemur Hekla aftur. Já, nú pínu vandræðagangur þarna. Já, Elvar sækir þarna utanvert. Fer hann vel inn í hægra hornið og setur hann í stöngin og Selfoss vinnur boltann hérna. Hanna eitthvað búið meiðast. Já, hún datt þarna eitthvað á hendina. Spurning hvort að hún ekki farið úr lið, ég sé hann ekki alveg. Sjúkrahólfinn eitthvað að kíkja á þetta. Sjáum hvað setur. Það veit ekki hann rétt að hún komin inn á völlinn eftir smá. Já, ég hef nú von á því. Já, þetta er Grimdar sókn. Fín árás. Ágætis vörn hjá Karolínu. Svolítið flöt fintan hann hjá Kristrúnu, mátt fara aðeins víðar, þá hefur hún komist fram hjá. Nú fer hún í gegn, hún er staðar á henni að stimpla sig hérna almennilega inn og þetta var vel gert hjá henni, virkilega vel gert. Hún er búin að gera 2 mörk hérna utanvert á bakvörðinn. Það er góður eiginleiki. Hún þarf að halda því áfram. Já, þá kannski opna svona inn á miðjuna fyrir hann, hún er búin að draga bakvörðinn aðeins niður, það er svolítið gott að geta það. Já, hérna var Elva búin að ákveða að gefa línuna áður hún var að koma í árásuna. Maður veit svona yfirleitt sjá skyttuna að gera árás og fá varnarmann út. En þetta er eitthvað sem maður hafa örugglega gert á æfingu nokkrum sinnum. Gekk bara ekki upp núna. Já, Selfoss er að komast inn í leikinn aðeins aftur hérna. Það er minkað í 1 mark hérna. Já, pínu vandræðagangur. Aftur þetta sem við ræddum á hann Harry. Það er svolítið lítil hreyfing án bolta hérna á Selfoss-liðinu. Kemur innlýsingin. Kemur Kristrún vantarlega árás. Já, þetta er aðeins og hægt. Hugsa að önnur hvorðar hefur nátt að rykkja hann út úr þess að stóðun hans hlið við hlið hérna á línunni. Það er að segja Helga Rún og Hulda Þrastardóttir, en þarna setur hún sig af. Fín hjálpavörn hjá Karolínu með Elvu þarna. Það er ekki að ná nógu miklu hreyfingu á vörnina. Hending komin upp og dómarinn bendur að fara nær miðjunni. Þá kemur Þuríður örugglega með skot hérna. Blokkir það af Kristínu. Og framar í hraðaplöpi. Já. Selfyssingar hlaupa vel heim. Mjög vel. (14-12). Það eru 11 myndir búnar hérna seinni hálfleik. Það er ennþá verið að teipa Hönnu. Það er verið að teipa Hönnu, hún er eitthvað komið fyrir liðin puttan á henni. Selfoss má nú ekki við því held ég. Já, virkilega vel varið þarna á Katrínu, hún er verja mjög vel hérna. Þetta var samt vel spilað á frömmunum. Já, mjög fallega spilað og alveg rétt hjá Írisi að fara þarna inn. Hár rétt. Sebastian er eitthvað að miðla þarna markmanns hæfileikunum hann á Selfossi. Til hennar Katrínar. Já, hún er að halda Selfyssingar inn í leiknum. Já, ekki spurning. Já, þetta er svona Þuríður kastaði boltanum frá sér ekki alveg í jafnvægi en alveg mátt hugsanlega dæma fríkast. Rebekka Guðmundsdóttir skora mark. Rebekka skora mark hérna. Það er svona
munurinn milli Fram og Selfoss núna, þar framarinn að fá þessi hraðaplöp. Akkurat. Sem Selfossingar ekki fá. Já, svona einhverju tæknifeilar hérna hjá Selfossi, svona. Skal fara svolítið illa með þær. Já, miss svo mikið af boltum. Innlýsingin aftur. Já. Kristrún gerir árás. Vandamáli hjá Selfossi pínlítið það að það er að leysa inn en þær tvær sem eru inn á línu er ekkert að hreyfa sig eða gera neitt. Og lenda skipturnar í vandræðum og það kemur hvoru þeir út að ná í bolta eða neitt. Það er svolítið staðar. Vantar aðeins meiri hreyfingu. Já, þarna var Karolín eins og gammur þarna að bíða eftir þessari sendingu og var búinn að sjá hana fyrir, náði hann ekki alveg. Já, enn eitt frábært skoti hjá Þurí. 7. markið hennar hérna. Hún er með skemmtilegt skot hérna á gólfinu í skrefinu. Alveg klístrað við stöngina. Já. Og Framararnir skipta aftur markmann. Hafdís fer út á og Hildur kemur aftur inn á. Selfyssingar halda áfram með að taka Ragnheiði út. Já. Já, það er mikið meiri hreyfing á framliðinu sóknarlega heldur en Selfoss. Þeir eru líka að ná að teygja meira vörnina til hliðar. Já. En leikurinn er samt í jafnvægi, það er 15-13. Það fer 11 hann maður á móti manni og engin hjálpa vörn og gerir þetta bara mjög vel hérna. Sebastian hindar skref. Já, þetta var svona 3,5. Já, hann er alveg ekki sáttur við þetta. Selfoss er að láta íta sér alltaf langt út á völlin. Lenda henni í sendingavandræðum. Já, kemur yfir 150 af Kristrún aftur og frábært mark. Þannig að sérðu líka Kristrún kemur sko á í smá hraða. Á ferðinni sko, allt annað að sjá þetta. Og betra tempo á varnarmannið hana. Sammála því. Já, Bastur ekki sáttur hérna, hann vill fá meira lífi í þetta. Sem Rebekka aftur út. Já. Já, þetta var svona hálfgeir glíma hana. Og kemur Elva aftur, vel spilað. Og Rebekka skorar annar mark eftir frábæra sendingu þarna. Já. Þetta er alveg klárlega eitthvað innæft. Já, búið að æfa þetta eitthvað en eitthvað var tempóun ekki alveg rétt. Haraldur eitthvað lætur þessi heyra hérna en markið var gott. Sebastian bara ekki sáttur í bili. Skynjar að það þurfi að fara að loka þessari vörn eða ætla að komast betur inn í leikinn. Já, ég held að Hanna er bara... Ég held að Hanna sé bara búinn. Já, hún er bara komin hérna í einhvern risa vafning hérna á hendinni og það lítur ekki vel út. Þetta er áfall fyrir Selfossliðið. Það sýndist að vera að byrja að tyggja hérna bólguðandi töflur og allt sko. Já, ætlum það ekki farið bara úr lið. En nú erum við bara að giska, vitum ekkert um það. En þetta er áfall fyrir Selfossliðið, svona annar... Eina af 3 burðarásinn liðsins svona, kannski myndi ég segja. Kalt mat á stöðinni er dottin hérna út. Svona sóknarlega það. Sóknarlega, já, nákvæmlega. Og það gefur maður í mannstað, sjáum hvað er ná að gera. Flott klipping hérna, en frábær markásla hjá Katrínu. Tekur Sebastian timeout. Já, hann þarf aðeins að endurskipuleggja þetta. Hann ætla breyting hjá honum að Hanna sé dottin út og hann er kannski að stilla þetta eitthvað upp á nýtt og alveg hárrétt augnablik. Leggur á ráðinn. Já, hann er örugglega að tala um þetta sem við erum búin að vera að segja hérna. Svona fá meiri hreyfingu án bolta og bjóða sig og svona minnka þessa tæknifæli að framliðir að pressa þeir á mikið og þeir eru að missa boltan á mikið. Það er búið að vera svolítið erfitt fyrir að fá þessi rafli með bakið. Nákvæmlega. Það verður fróðilegt að sjá hvað kemur út af þessu.
Þær verður bara að stíga upp hérna. Kristrún er búin að setja aðeins í gang hérna og það er bara að fá fleiri leikmenn frá Selfoss í gang, sóknarlega. Svo er líka Katrín búin að standa sig mjög vel, kom 10 bolta var það. Virkilega vel, það er búin að halda þeim inn í leiknum. Ég held að við getum verið sammála það. Það verður spennandi að sjá hvað Sebastian er búin að teikna upp núna. Já, það er eitthvað smá breytingalust. Líka stundum kannski bara gott aðeins að taka leikli og svona aðeins að anda. Gefa 2-3 góð ráð. Leikmaður nummer 11 hérna. Harpa Brynjarsdóttir. Harpa Brynjarsdóttir. Já, hún er eitthvað vafin hérna á vinstri fótlegg hérna alveg frá læri og niður úr syns mér. Það gengur ekki alveg heilt til skóar, ég veit það ekki. Ég verður aðeins verið að spila með meistaraflokknum og ef ég veit rétt þá heldur hún sé í kringu 17. stig. Já. Já, strax meiri hreyfing og frábær markvarsla við Hildi hérna. Þetta skot var mjög gott. Það var vel sett upp, þau flötuðu alveg niður og Þuríður á gott skotana. Já, það er bara að glíma hérna á línunni og sem enda með vítakasti. Kom hérna fín hreyfing frá Elvu og Karolínu og hérna Rebekka náði hérna að vinna varnarmann af sér og fiska víti og Ragnheiður fyrir punktinn. Rebekka búin að koma vel inn í þetta núna. Já, mjög vel. Ragnheiður með fínt mark. 18-14. Katrín kom ekki vörnum við þarna. Já. Nú er svolítið mikilvægt, þetta er svona kritískur punktur fyrir Selfyssinga. Þeir verða að býta aðeins frá sér núna. Sammála því að 4 marka fórust að verið fram og nú þarf Selfoss að setja mark hérna. Ekki spurning. Já, meiri hreyfing núna á Selfoss-liðinu. Sjáum hvernig það skiljar. Já, þetta var ekki góð sending á Kristrúnu, því miður fyrir Selfoss. Þá kemur Karolínu út af hérna og Hafdís inn í sóknuna. Já, Selfoss heldur áfram að taka úr umferð. Það er greinilega að meta það að það sé leiðin að því að komast inn í leikinn hérna. Halda því áfram. Vel spila hjá Frömmurum og Hekla fyrir inn úr hægra horninu og skorar eftir flotta sendingu frá Elvu. Þetta var fínt flæði þarna. Það eru að spila þetta sama kerfi alltaf núna sóknarlega. Akkurat. Það er að gefa þeim fullt af færum og mismunandi færum. Það er að spila hérna í þessa möguleika, leita færi og það er bara vel gert hjá þeim. Nú er 5 marka fórasta. Þetta lítur ekki alveg nógu vel út fyrir Selfoss í bili. Já. En Kristrún gerir hérna gott mark eftir klafs. Ragnheiður var búin að ná boltana með mistan frá sér. Sjá það núna, Kristrún er að taka svona aðeins meiri ábyrgð á sig. Já, tekur aðeins meiri ábyrgð núna eftir að Hanna dottin út í bili. Þá stígur hún upp hérna. Og það er halda áfram að taka úr umferð. Við erum með sama. Fín hreyfing hérna aftur á framliðinu. Og Hafdís kemst í fínt færi og skorar. Þetta er of auðvelt fyrir fram núna. Já, þetta er allt of auðvelt. Nú er spurning hvað Sebastian gerir, hvort hann bakki aftur eða fyrir aftur niður hlýtt fyrir eitt-völdina. Já. Það er svona þarf eitthvað að gerast hérna. Fyrir Selfoss er alltaf að komast inn í leikinn. 5 marka fórasta. Fyrir fram. Já. Þuríður bara nett ekkert að horfa á þetta lengur bara og tekur hann enn eitt þrumu gólskotið. Neglir hann upp í nær. Nú verða Selfyssingar að fara að stoppa þetta eitthvað. Já, Þuríður og Katrín er svona búin að vera, Katrín Markur og Þuríður er búin að vera bestu leikmenn Selfoss hérna í þessum leik held ég. Aftur þessi hreyfing og aftur niður í hægra horn. Og Hekla. Já, Sebastian hann búinn að tellja hérna einhver 60 skref, þannig að dómarinn er sammála þessu sinni. Já, Þuríður og Katrín búin að vera góðar, en það sem við sjáum í framliðinu, það er svona fleiri leikmenn að taka á sig meira ábyrgð og skila sínu. Og
Og þá eru þetta erfiðar að spila á móti. Já, fín hreyfing á þeim hérna. Já, þarna komur skref á 11. Sebastian var búinn að panta þetta svolítið langan tíma. Það var svona búið að stefna í þetta. Og ef að Selfoss nær að setja núna þá, kannski geti komið smá lífi í þetta aftur. Þetta svo sem engin fórast í handbolta, 9 mínútur eftir, 4 mörk. Fljótt að breytast. Við munum alltaf Austurríki Íslands landsleiknum, svo við veit aldrei. Þarftum að fara að nefna það, já. Já, það er rétt, það þarf oft ekki langan tíma til að skora 2-3 mörk. Já. Ágætlega spilað. Hulda Dís leysti þarna inn og Kristrún fór utanvert og var að leita niður í horn en náði ekki alveg. Hendi komin upp í dómarunum. Hendi komin upp, þá ætti Þuríður skjóti ekki bara. Vel var ég á Hildi en Selfoss á boltan. Og ný sókn Harry, sýndist mér. Já. Það ekki? Hildur kom við hann, þá var það ný sókn. Hildur kom við hann, það er málið. Ný sókn. Þá þurfa ekki að flýta sig eins mikið. En Þuríður er ekkert að tvinna við þetta. Skorinn að setja 8. mark. Já, Dæsin samt eitthvað þreytt. Það er búið að mæða mikið á henni hérna. Já, hún er svolítið að halda svolítið uppi, sóknarlega. 2017, Mikku hittir 3 mörk. Þetta er ennþá leikur. Ennþá leikur, sammála því. Og þá kemur aftur sama færsla hérna. Og Hafdís gerir árás og losar yfir á 11 sem að gera árás milli 1 og 2. Skynsamar hérna framstelpun að leita góðu færi. Virkilega vel spilað þeim. Þolinmóðar hérna. Leyfa boltanum að rúlla. Leyfa boltanum að rúlla. Hafdís er búin að spila hérna mjög vel í dag. Er búin að stjórna sóknarleik fram mjög vel. Ekki spurning. Það er svo að segir, það er svona meira liðsframlag búið að vera hérna á framliðinu, framan af þessum leik allavega, eða það sem af er. Já, það er ekki einhver svona eitt sem þarf að halda þessu uppi. Nei. Leysir hún aftur, hún Hulda inn. Leysir Hulda aftur inn og Kristrún gerir árás, en Karolína blokkar þetta mjög vel hérna, fín vörn. Rebekka komið fremst. Já, og þetta er 5 marka leikur hérna, 22-17. Þetta fer að vera svolítið þungt fyrir Selfoss að komast inn í þennan leik. Miðað hvað sóknarleikurinn hefur verið stirður líka þá... Já, það þarf eitthvað mikið að breytast. Maður sér það ekki alveg í spilunum en... Maður veit aldrei. Maður veit aldrei. Það framleiði mjög vel spilandi, er búin að spila hérna alveg frá stöðunni 7-7 er búin að spila alveg skínandi sóknarleik hérna. Virkilega góð hreyfing og leita rétt af möguleikanum og munum var eflaust meiri ef að Katrín var ekki búin að verja hérna á köflum eins og berserkur. Selfossmarkinu. Nú sjáum við það, já. Þetta er nú víti í handbolta, já. Og 2 mínútur. Það var svona harður dómur en hægt að réttlæta það eflaust. Þá er það Hulda Dís Þrastardóttir sem tekur vítið. Einu fleiri þá, Selfossliðið gæti minkað hérna í 4 mörk ef hún skorar. Sem hún gerir. 4 mörk og einu fleiri. Ef þeir ætla að ná þessu þá verður að gera það núna. Þetta er tækifærið. Sammála því. Sammála því. Framar er ekki sátt við þessar 2 mínútur, það þýðir ekkert. Þetta er aftur sama hérna, ég held að þeir breyti ekki dómnum sko. Það er ekki trú á því. Já, Elva kemst nú bara í gegn hérna enn einu sinni. Katrín Ósk. Frábær markvarsla. Þetta var svo samt full auðvelt hvernig hún komst í gegn. Selfossliðir aðeins sómandi á verðinu þarna varnarlega. Sex á móti 5, hvað setur Hulda upp? Kristín á miðjuna. Já. Opna vel frá hornið.
Ragnheiður vinnur boltan en kastar hann nú frá sér ekki alveg nógu góð í jafnvægi. Aðeins og æst. Aðeins og æst, já. Já, Sebastian vill fá Þuríði hérna á miðjuna. Verður á ósk sinni. Já, Selfossliðið má nú ekki vera of lengi að þessu. Það ætla að komast inn í leikinn. Gera árás. Þuríður kemur í árás og skorar. 8. markið hennar. Búin að spila feikilega vel þessi stelpa hérna í dag. 4 mínútur og 15 sekúndur eftir og það er 3 mörk. Já, þetta er smá möguleiki hérna. En þá þurfa það að fara að stoppa sóknarleik Framara. Já, 6 sekúndur í mannin hjá Fram og sýnist Rebekka var að koma inn á. Þá er jafnt í liðum. Já, Elva þorði ekki aftur hann á milli 1 og 2. Kannski skynsemi. Það eru 3 mörkum yfir. Katrín verið aftur eða ekki? Katrín verið enn einu sinni. Gott skot þarna hjá Hafdísi. Hún er, ég er með eitthvað 13 skot á hana hérna. Sem bara flott markvarsla. Já, Selfossliðið láta þvinga sig á mikið. Það vantar svona kannski að línumaðurinn koma aðeins út hérna og hjálpi þegar skittarinn er í vandræðum að senda. Það er að vera aðeins aktífari. Aðeins aktífari, sko, sammála því. Kemur hann út, ætlar að setja blokk en hættir svo við. Já, svona aðeins hikandi. Já, þetta gæti nú enda í brottvísun hérna. Já, og gerir það. Já, Ragnheiður var aðeins og æst þarna og hérna. En framliðið á boltan á Sebastian er ekki sáttur núna. Þetta var alveg öfugt hinum megin á hann. Að hans mati. En okkar mati var þetta kannski aðeins öðruvísi. Hún var komin framhjá og... Já, við erum alltaf styðjum dómarinn hérna. Já. En þetta er svona smá gluggi hérna fyrir Selfoss. Einum fleiri aftur næstu 2 mínútur og nú þurfa þær að spýta aðeins í lóna ef það ætla að koma sér inn í þetta. 3 marka fórusta. Já. Þetta er svona leikleysulegt hérna hjá Fram í bili. Elva skynsum og næsir í fríkast. Þetta tíman líða aðeins. Hugsa hendin komin fljótlega upp ef ég ætti að giska. Já, Hekla með fína hreyfingu. Stígur á línu. En Katrín varði nú hvað sem er. En það er sama. Svolítið rólegt yfir Selfossliðinu. 3 mörkum undir og einu fleiri. Þurfa að gera árás hérna. Þuríður kemur með bara enn eitt. Hún er sannarlega að halda Selfossliðinu hérna inn í þessum leik. Það er ekkert öðruvísi. Komið 10 mörk hérna samkvæmt mínum kokkabókum af 20, helming markana og við feirum bara beint á og lætum bara vaða. Þetta er leikur hérna, vinnur Selfoss boltan, það er 2 marka munur og er einu fleiri en þá í tæpa 30 sekundur, eiga mögulega að minnka henni í 1 mark. Þetta er bara verða alveg leikur hérna, aftur. Já, og Kristrún fer hérna utanvert, aftur. Steig á línu, annars hefum kannski átt smá mögulega að fá víti. Það var bara fríkast. Hekla var komið svolítið langt fyrir innan. Já. Já, Þuríður tekur á skarið og að þessu sinni búið að skipta markmann aftur í Fram og Hafdís ver. Þetta var mikilvæg markvarsla hérna. Gríðarlega mikilvæg markvarsla. Mínútu eftir. 2 mörkum yfir. Er þetta að tryggja Fram hérna sigur? Já, Elva fer þarna bara með mann á bakinu. Með Heiðrúnu á bakinu og skorar. Selfissingur fá 2 mínútur. Og Selfoss 2 mínútur. Þetta er nú ansi strempi núna. Þetta var svolítið ódýrar 2 mínútur verði hann ekki. Já, þetta var ódýrar gerðið. Þannig að þetta lítur út til að verði gull í Safamýrina og þetta er hreinlega búið núna. 40 sekundur eftir, 3 marka fórusta fyrir Fram og það er ómikið. Það er ómikið. Þannig að þetta er
nokkuð öruggur sigur hérna virðist vera. Smá skreflykt þarna í gangi. Og klukkan tikkar niður hérna. Þannig að Framar geta byrjað að fagna hérna. Eftir silfrið í dag í meistaraflokki þá kemur gull hérna í þriðja flokki kvenna. Kærkomið í mýrin á Hekla skorar hérna 24. markið. Og hver önnur en Þuríður skorar hérna í lokin. 24-21, þannig að 11. mark. En það dugar skammt. Framliðið fagnar hérna góðum sigri. Sterkari lið alveg frá 7-7 myndi ég nú segja, Harry. Sammála því? Já, þær voru sterkari í dag. Það voru þéttari og það voru fleiri leikmenn sem kom að þessu. Já, sammála því. Og það var svona meiri liðsheild í gangi þarna. Eða jafnari leikmenn, hefur ekki að segja það? Jú. En Selfyssingar lof skili fyrir góða baráttu þetta. Og þetta er erfitt fyrir Selfyssingar líka að missa einn af sínum bestum leikmennum út hana snemma í seinni hálfleik og það gerir þetta svolítið erfitt. Ég held að það hafi svona gert útslagið hérna hreinlega fyrir þær. Það er bæði varnar og sóknarlega mikill missir. Það er stelpuna, þetta er unga stelpur í Selfoss, það með að vera stoltar af sínu. Við bara leyfum myndunum að tala sínu máli hérna og þakkum kærlega fyrir okkur.
Kanntu að búa til flýtileið fyrir setningar sem þú skrifar oft til að spara tíma? Lærðu betur á snjallsíma þinn hjá Vodafone. Frá þeim sem færð okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman-þrívíksins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars. Símabikarinn. Taktu þátt í handboltaveislunni. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Ég elska að æfa. Ég elska að leggja mig fram. Ég elska að gefa allt sem ég á. Í þetta eina moment. Þetta moment kemur þig lengra. Markmiðið mitt? Ég ætla að vera besti miðjumaður í heiminum. Það er frábært að fólk hafi tíma. Það er einmitt það sem fólk þarf. Það er tími. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Ekkert stress. Tal. Svona á samband að vera. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipta. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af velgesjónvörpum í hátækni. Hlaðin tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð velgesjónvörp í hátækni. Ármúla 26. Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan. Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Á bak við þetta þykka túberaða hár, silkiklútinn og dundur leggings og ég tala nú um mottuna. Það er bara kallmaður á ferðinni, með tilfinningar. Þannig að ekki láta blekkjast af þessu kallmannlega útliti. Vertu hetja og taktu þátt í Mottumars. Skráðu þig til keppni og safnaðu áheitum á mottumars.is.